Við setjum lífið í sveitinni í fókus í þættinum í dag. Byrjum ferð okkar með Magnúsi bónda á Íbishóli í Skagafirði sem á alveg sérstakt samband við hestinn sinn, hann Óskastein. Graðhestar eru yfirleitt afar viljugir og fjörugir og ekki á færinum að góðra knapa að sitja þá. Málin vandast enn frekar þegar þeim er riðið berbakt. Á Íbishóli rétt ofan við Varmahlíð búa Elisabeth Jansen og Magnús Bragi Magnússon með mörg hross. Þeirra á meðal er graðhesturinn Óskasteinn en hann lætur einstaklega vel að stjórn. Óskasteinn hann er undan Huginn frá Haga og Ósk frá Íbishóli. Það var hrissa sem að var ræktuðum hérna og var héðan. Og hann er bara búinn að vera mjög sérstakur svona í allri meðhöndlun bara frá upphafi. Verið voðalega ljúfur og skemmtilegur og sannaði það svo skemmtilega þegar hann fekk 10 fyrir vilja og geðslag sem var mjög gaman að því. Er hann ekki einn hæstdæmdi hestur í heimi, svona einn af þeim í úrvalsflokki fyrir einmitt geðslag? Jú, náttúrulega hann er á toppnum þarna í geðslagi. Mammas var með 9,5 og pappans var með 10. Og hann var fyrsti hestur í veröldinni sem hefur farið í 9,5 fyrir tölt og 9,5 fyrir hægt tölt og skeið og svo fekk hann 10 fyrir vilja og geðslag í sömu sýningu. Þannig að það var mjög gaman að því. Það sem vakti athygli mína var í raun og veru það að þú getur riðið honum berbakt og ekki með, þú ert ekki með neitt taum, þú ert bara með band. Hvernig fer það þessu? Það er nú svo, við höfum aldrei þurft að æfa neitt eiginlega það sem við höfum ætlað að gera. Ef okkur dettur í hug að gera eitthvað, þá bara gerum við það. Hann er bara svona, honum er alveg sama hvað maður gerir. Hann tekur bara þátt, ég er bara hérna og hvað viltu? Hvernig talið þið saman? Ég veit það eiginlega ekki, við bara tjáum okkur svona eins og við viljum. Hann er mjög skemmtilegur, hann er svo veðurglöggur líka. Hann fær oft að vera á þessu túni hérna fyrir ofan og á morgnana ef hann fer út og vill ekkert vera úti þá kemur brála viður. Já, hann er svona næmur. Já, og svo er hann stundum úti í leiðinda veðri og þá bara batna veðrið. Þetta er alveg sérstakur gripur. Ja. En hvernig þurftir að þjálfa hann mikið til þess að ná því að ríða á honum svona eins og þú gerir? Þetta er nú graðhestur, við skulum halda því til haga. Já, það var nú bara, það byrjaði nú bara svona, þegar maður er að ná í hann út í haga og fara heim, þá hoppa maður á bara bak og fer með honum heim og svo bara höfum við gert þetta er nú ekkert búið að gera þetta mikið, við höfum bara gert þetta svona gann okkar ef við erum eitthvað í stuði, sko. Er þetta alveg einn hugur, manns og hest? Það er mjög mikið þannig. Það er þetta er mjög sérstakt hvernig þetta er það líka, sko. Hann er svona ákveðið degraður og hann fær að vera líka með aðeins skoðanir og við svona spjöllum saman svona hlutina. Gerum þetta bara svona saman. Hrossaræktun á Íbishóli hefur verið mikilli sókn og áherslan lögð á gangmikil hross, rúm, mjúk og hágeng. Frægasti hestur fæddur á Íbishóli er Fengur en hann varð heimsmeistari í tölti í Þýskalandi árið 1999. Ég veit ekki hvort mann er svona kröfuharð á sitt eigið. Við erum oft að rökraða einmitt svona sérstaklega útlitið. Mér finnst hann ekki eins fallegur og hann en það er náttúrulega bara eins og er. En hæfileika sér sko, það sem hann er að gera í reið og ríða á honum og vinna með honum, það er alveg einstakt sko. Það er það sem okkur finnst, kannski við erum sammála að það er svo skemmtilegt sérstaklega sko afturfótarsporið í hann. Svo mjúkan gang í hann og náttúrulega með allan gang, mikið skeið og rosalega mikið tölt og frábært brokk. Og það er ofsalega gaman að ríða. Þannig að hæfileika séð þá er hann rosalega góður og eins og við skoðum inn á Worldfeng þá er hann sko númer 11 í heiminn í hæfileika. Sko, það er nú ekkert slór. Nei, það er alls ekkert slór sko og hestan er náttúrulega alltaf að batna þannig að það er rosalega gaman og alveg útrúlegt að eiga svona. Er hann ekki eftirsóttur til undaneldis? Jú, hann er það sko. Hann svona, fólk sérstaklega leitir í geðslagið og hæfileikana og eins og mann svona, hefur svona pínlítið tilfinning fyrir að það er svolítið valið
hrissuna sem eru að koma, það ekki tilviljun en við veitum ekki alveg hvernig þetta fer því að það svona fallega, greinlega hæfileika ríkar hrissur en margar verist vera kannski svolítið erfiðir í geðslægð, heyrir maður að hrisseigjendur vilja hann á laga það og þannig ég veit ekki hvort það kemur einhver hópu svona svolítið erfið hrossundan og í framtíðin mammana hefur náttúrulega áhrif líka en svona það sem við sjálf búin að rækta undan honum voðalega skemmtilegt sko, mjög skemmtilegt þau eru næm, þau hafa skoðanir en ofsalega auðvelt það þarf ekkert að vera að gera mikið fyrir þau sko, þau gera þetta sjálf En hann nú svo sem ekki einn þið eigið marga fleiri er það sem að ykkar líf snýst það í raun og veru hrossin og lít eftir hæfileikunum þeirra Já, það vera svona heppin og fá sýti á þetta og þau leyfir okkur það, þetta ekkit sjálfsagt þessu hross ekki gerð til þess að bera fólk þetta bara dýr sem á að borða gras þannig að við fáum leyfi til þess og þau leyfir okkur þetta og við fáum að vera með og vera vinir þetta svakalegt að fá að ríða svona það lífið, alveg Já, og bara útsýnið hérna af Íbishóli þvílíkt og annað eins ég dauðöfndi ykkur að vera hérna en nafnið á bænum, segðu mér aðeins þetta mjög sérstakt nafn, Íbishól ég veit ekki hvað það þýðir Nei, þetta komið úr gömlum málveldum þegar 1700 eitthvað þá hét þetta Íbeitshóll eða Íbeit, sko, Beitarhóll og svo bara svona í tímans rás hefur þetta breyst í Íbis sem bara mjög skemmtilegt Ætlar að leyfa okkur að sjá hvernig þú ferð á hann svona bara berbakt og taka nokkra gangtegundir fyrir okkur Já, gerðu þess vel Takk fyrir þetta og takk kærlega það hefur eitthvað til málan að leggja Þú verður feimin við þetta alls Við höldum okkur í Skagafirði því í Hegranesi ætlum við að fá að mjólka geit og smakka á hollri mjólkinni. Karolína Mende býr í Hegranesi í Skagafirði með hestum, hundi og 2 geitum sem hún hefur að láni frá nágranna sínum í Keldudal. Aðra geitina, hana Cleo, þarf að mjólka 2 á dag og fæst 1 lítri frá henni. Hinn geitin mjólkar ekki. En til að ná Cleo fær hún digga aðstóð frá Bauji, border collie hundinum sínum, sem orðin mjög lungin í smöluninni. Ég komin í Hegranes í Skagafirði og hér stendur mikið til því að það á að fara að mjólka geitina á bænum. Karolína, ertu búin að eiga hana lengi þessa? Nei, einlega á ég hana ekki sjálf. Þetta heitir Guðrún í Keldudal á hana, Guðrún á Þórarinn. En ég búin að leika hana núna í einlega rúmlega viku. Og já, þannig að ég þarf ekki að keyra alltaf alla daga þarna í Keldudal að mjólka hana, heldur geta gert það heima hér. Og mér syns að henni líst vel á það. Já, hvernig kom til að þú ákvast að fá þér geit eða fá hana hingað lána það? Það var svona tilviljun, það sem einlega var það svona að já, ég þekkti konu, þessum vinkona mín sem átti áhuga á að smakka geitamjólk og þá einlega datt mér í hug að spyrja Guðrún hvort hún var ekki til að selja geitamjólk. En svo sagði hún, já, það passar vel, það er nákvæmlega núna til geit sem búin að missa kýrlingin og sem með mjólk og þú má koma og mjólka hana. Og það kom mér svo óvart en bara strax, þetta að gera það var engin spurning og
já, þá gerði ég þetta í svona 3 vikur held ég og svo mátti ég lána hana. Það var æðislegt, þannig að það einlega svona Guðrún að þakka að þetta gengur svo vel. En hún er ekki ein, hún kom með vinkonu sína með sér, var það ekki? Nákvæmlega, já. Þessi heitir sem sagt Cleo eða Kleopatra og þessi er Diana og hún má nú alls ekki vera ein svona geit, þannig að það var vera vinkona og það er Diana og hún kom með. Það er ekkert auðvelt að smala geitum, Nei, það gæti nú verið vandamál. Þær eru mjög sjálfstæðar og allt öðruvísi greinilega heldur en kindur. Já, það er það. Og það er svona einlega, eins og þú segir, sjálfstæð er hún og hún veit strax hvað þetta snýst Og fyrsta dagana var það bara að, já, ég þurfti að reka hana eins lengi og hún var orðin þreytt, þannig að hún var til í að gefa eftir. Og já, þannig að við vorum þá báðar í góðu formi. en þannig að það er mismunandi, en það gengur einlega vel hérna núna sem hundurinn hjálpar til og þetta gerir það miklu einfaldara. Og hérna, þú ert með hana hérna í smá klettum og Já. er það ekki þar sem þeim líður best? Já, það er það. Er einlega svona, já, fjalladýr og eins og maður veit kannski út af þessum bókum heiðu. Það er einlega, já, veröldin þeirra er, já, fjallið og þess vegna líður þeim best í bara, já, klett, landi og þess vegna valdi ég þennan stað hér þar sem lítið klettur í og þeim, já, líður best þarna uppi. Það er næstum allan daginn þarna bara. En segðu mér aðeins af kostum geitamjólkurinnar, af hverju viltu geitamjólk? Já, það er svona, einnig var ég að dreyma alltaf líka að smakka geitamjólk eða nota hana meira. Síðan ég var mjög lítil og las þessar bækur, það er svona byrjun, en einlega vísindalega séð eða svona geitamjólk til dæmis ekkert vandamál fyrir þau sem eru með ofnæmi, svona, eða ónæmi fyrir mjólk, kúamjólk, það sem einlega efnasamsetningen mjög lík kúamjólk, þannig að hún er mikið af fitu og svo framvegis, en samt er þetta eitthvað öðruvísi samsett, svona, já, eggvítin sem sagt er einhver veginn öðruvísi en í kúamjólk, þess vegna er hún mjög hot og já, hægt að nota fyrir alla sem eru með kúamjólk og ónæmi. Er möguleiki að fá að smakka geitamjólkina hjá þér? Já, það er nú ekkert mál. Ertu til í að mjólkana og leyfa mér svo að smakka? Nákvæmlega, ég ætla að gera það. Gamall draumur að fá að drekka geitamjólk. Já, það er það komin dagur núna, það er að prófa. Þannig að Cleo ætlar að gefa okkur geitamjólkina. Einmitt, við gerum það núna bara. Geitamjólkin er talin bráðholl en í henni er að finna meira af bakteríuhemjandi efnum en í kúamjólk. Það er því hættu minna að nýta hana ógerilsneita en kúamjólkina. Geitamjólkin er einnig mun auðmeltari og víða erlendis kaupir fólk frekar geitamjólk fyrir börn af þessari ástæðu. Karolína drekkur geitamjólk daglega og hún býr auk þess til súrmjólk, en bragðið af geitamjólkin er mjög ferskt, svolítið sætur keimur og ísköld er hún algjört sælgæti.